Þetta skötuselsmál, það samt ekki svo smátt, þetta eru 2000 tonna skötusel, sem þarna verið að heimila. Getur ekki viðurkennt það samt að það of smátt til þess að segja af stöðugleikasáttmálum eigi að segja? Það eins og ég fór yfir áðan, það ekki frumvarpið sjálft og þessi aukningi skötusel sem leiðir til þess að Samtök atvinnulífsins segi stöðugleikasáttmálanum upp, því þeir eru orðnir langþreyttir á aðgerðaleysi ríkisstjórnar og því sem í stöðugleikasáttmálanum stendur. Það má vel vera að skötuselsmáli sé lítið í sniðum, en þar líka verið að brjóta prinsinn. Ríkisstjórnin ansi dugleg við það að standa ekki við samninga. Samanber það að fiskveiðistjórnunarmálin eru hér í ákveðnum sáttafarvegi, ríkisstjórnin fer þvert á þennan sáttafarveg og gengur fram með þetta mál. Það alveg viðurkennt að það þarf að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið, en þetta bara staðreyndin. Þetta algjörlega af og frá. Í fyrsta leið þá gáfu þeir nú skötuselsfrumvarpið upp sem ástæðuna fyrir því að segja upp sáttmálanum. En þeir töldu að það væri partur af þessum pakka og þessari sátt í sjávarútvegi. Lítum aðeins á þetta frumvarp. Í þessu frumvarpi kveðið á auknar aflaheimildir og það náttúrulega eflir atvinnu sjómanna. Þarna kveðið á aukna línuívilnum, aukna vinnsluskyldum, aukna veiðiskyldu, minni tilfærslu á kvóta og fleira. Allt eru þetta atriði sem skipta gríðarlega miklu máli, bæði fyrir landvinnsluna og fyrir sjómenn í landinu. Þetta eru atvinnuskapandi atriði og það hljómar ekki samfærandi að segja upp stöðugleikasáttmálanum fyrir þetta. Já, en það samt raunin og þeir verður bara átt ykkur á því og horfast í augu við það. Og svo það nú annað, því að þú spyrðum þeir eru heimila veiðar sem eru 80% umfram heimildir Hafrannsóknastofnunar. Það nú gott á að nefnir þetta vegna þess að LÍÚ lagði nú bara sjálft til fyrir ári síðan að það yrðu auknar aflaheimildir í skötusel mörg 100 tonn, ég held 500 tonn. Og þannig að í raun og veru, það sem máli snýst gagnvart skötuselnum það, þeir þola það ekki að það eigi að leigja þessar heimildir. Það að segja að ríkissjóður eigi að hafa tekjur af því að veita þessar viðbótarheimildir. Þetta rangt, Ólína, vegna þess að nú verið að smíða lög sem að ganga út á það að ríkið fái tekjur af auðlindanótkun. Þannig að þetta náttúrulega bara skoðum á þeir sem að selst ekki nokkur einustu rök. Þetta snýst þetta sem ég fór yfir áðan. Það alveg merkilegt hvað stjórnarliðar geta flækt þetta fyrir fólki. Þetta mjög einfalt mál. Þú ert að tella hérna upp hvað í lögunum og annað. Þetta brot á prinsipum. Hvað brot á samningi? Á hvaða prinsipum? Ég að tala stöðugleikasáttmálann. Ríkisstjórnin eins og aðrir ríkisstjórnin að samþykkja frumvarp sem felur í sér atvinnueflingu. Ríkisstjórnin eins og aðrir verða að standa við gerða samninga. Samningar skulu standa. Skötuselurinn bara ekki nefndur á nafn í stöðugleikasáttmálanum og þetta skötuselsfrumvarp beinlínis atvinnuskapandi og beinlínis til þess fallið að bæta lífsskilyrði fólks út á landsbyggðinni. Egilsson segir að þeir hafi haft lofur fyrir því að skötuselurinn væri partur af þessari heildar umræðu og þessum heildarsamningu. Veistu það, þetta bara rangt. Þeir hafðu ekkert slíkt lofvörð. Þeir settu sjálfir einhliða fyrirvara inn í stöðugleikasáttmálann það að þeir vildu að framtíðarskipan fiskveiðistjórnunarinnar væri í sáttafarvegi. Það var einhliða yfirlýsinga þeirra hálfu og engin athugasemd gerði það. Það var sérstök bókun sem verið að vísa í. Já, enda framtíðarskipan fiskveiðistjórnunar í landinu, hún í ákveðnum sátta- og viðræðufarvegi. En sjávarútvegsráðuneytið hættir náttúrulega ekki störfum. Sjávarútvegsráðuneytið leggur ekki niður störf þó að það sé viðræðunefnd í gangi framtíðarskipun fiskveiðistjórnunarinnar. En Vigdís, þú ert ekki ósammála þessu í prinsipinu að fara þessa leið að leigja þessa umframheimildir. Þannig að þú ert eiginlega bara búin að nefna einhvern svona, ósættið þitt við þessa aðgerð sem slíka, en þú ert ekki ósátt við að þetta verið gert. Í grunnu sínum Framsóknarflokkurinn mjög á móti fyrningaleiðinni, því það hægt að fara með fiskveiðistjórnarkerfið í aðra átt heldur en að rífa þetta af mönnum og útgerðum. En þú verður ekki ósátt við það ef það yrði úthlutað umfram 40.000 tonnum af þorski, að það yrði leigt. Við höfum skoðað það að fara aðeins kannski með aukningu í þorskinu fram yfir ráðleggingar Hafró því það alltaf ákveðið svigrúm, en auðvitað það
framtíðarskipan okkar Íslendinga að hafa tekjur af öllum okkar auðlindum. Sjáu þið til dæmis eins og loftslagskvótann sem við erum með, sem álverin að nota hér. Akkur ekki stóriðin að borga ríkinu fyrir að afnota þessum kvóta? Þetta snýst allt saman þessar auðlindir, auðlindaréttur. Má ég aðeins tala? Varðandi fiskveiðistjórnunina. Þetta snýst það að ríkið sem slíkt hafi tekjur af þeirri notkun sem hér í gangi hverju sinni. Og auðvitað gera útgerðarmenn sér grein fyrir því eins og allir aðrir Íslendingar að það kemur svo dagur að þau þurfi að fara að borga virkilegt auðlindagjald. Þeir gera það í smáum stíl núna. Þannig að það inni. Að útgerðarmenn gera sér ekki grein fyrir þessu og ekki tilbúnir í þetta. Þú mátt ekki tala svona heila atvinnugrein Ólína, þú ert bara að tala niður til útgerðarinnar. Nei, ég ekki því. Nú ég að vísa í málflutning sem hefur verið viðloðandi núna í áróðurs- og auglýsingaherferð sem útgerðarmenn hafa farið í mjög grimma núna síðustu vikurnar. Þar sem það alveg ljóst að þeir eru ekki tilbúnir í þetta sem þú ert að tala um. Við skulum nú bara sjá til þess en þeir ekki taka að fara með öll mál fram í ósátt þegar svona mál eru sett í fullkomið uppnám. Það nú eitt sem við skulum líka ræða og það langlundargeð stjórnvalda og sáttavilji í þessum sjávarútvegsmálum sem náttúrulega alveg hreint með ólíkindum. Er það sáttavilji að fara fram með þessum hætti? Er það sáttavilji? Er það ekki stríðsyfirlýsing? Nei, stríðsyfirlýsingarnar hafa allar komið frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna og sannleikurinn sá að stjórnvöld hafa sýnt þvílíkt langlundargeð og ítrekað rétt fram sáttahönd þessum aðilum sem hafa stokkið frá borði í þessari viðræðunefnd og neitað að koma að þessum möguleika sem þeir þó hafa til að hafa raunveruleg áhrif á það hvernig útfærslan verður. Þeir hafa ekki nýtt sér þetta. Það þeirra tækifæri. Það bara þannig að við Ólína sjáum bara lífið hér bara í svarthvítum litum því hún að lýsa hér einhverju bara sem að ég kannast alls ekki við því að og það er náttúrulega fyrst og fremst ríkisstjórnin sem vanhæf og ríkisstjórnin ræður ekki við verkefnið og það sem að hér á landi núna það eru stjórnvöld sem ráða ekki við verkefnið og skapa þennan óstöðuleika og gera allt í ósátt. Sannleikurinn sá að það þarf alltaf tvo í tangó og við erum í það erfiðum efnahagsaðstæðum núna Íslendingar. Þjóðin verður að standa saman. Ég ætla að ræða við ykkur ekki tangó, ég ætla að ræða við ykkur nektardans, ljósabekki og jafnvel eitthvað fleira og bestaflokkin sem að sópa Framsókn út úr borgarstjórn, en tíminn hlöfum frá. Jæja. Þetta var ofjörugt til þess að við getum stoppað þetta, en gaman að fá okkur. Við skulum sjá hvernig þessi mál þróast. Takk.